Ja, Birta, þið eru Íslandsmeistarar og bikarmeistarar, hvernig tilfinningin? Bara ólýsanleg. Þetta búið að vera bara síðustu 2 leikjum, þannig að þetta ógeðslega sætt að þetta loksins að gera svona. Þetta var ekki auðveldur leikur í dag, voruð svona orðnar smá stressaðar að þetta svona sama saga á síðustu leikum? Já, þetta kemur smá svona hrotur mann í lokin, þú veist, þegar þær eru farnir að sækja og við auðvitað reynum bara að passa markið, skilur við, en ég er bara ógeðslega sátt að vinna að halda sig af því að við erum með það gott lið og það mikinn karakter í liðin okkar að við getum siglt þessa heim sem við gerum í dag, örugglega. Var þetta ákveðin svona léttur að klára þetta í dag? Já, eða þú veist, í rauninni, þú veist, við hugsaum bara alltaf að bara vinna næsta leik og reyna bara að vera búin að klára þetta einmitt áður en við fyrir líka Evrópuna sérstaklega í næstu viku sem verður helgarina verkefni, þannig að það er bara ógeðslega að vera búnar að því áður en við fyrir í það. Þið eru búnar að vera með svona gott forskot, er þetta búið að vera svona smá trikki að vera svolítið langt undan? Þú veist, já og nei, eins og Nick talaði þú veist, að þú veist, við erum vorum komna með það gott forskot að við áttum inni smá högt og við tókum það út í síðustu 2 leikjum og eins og ég segi bara geggja að klára þetta hérna í dag. Þetta sumar, þetta gerist alltaf betra? Nei, algjörlega, þú veist, þetta er bara svo geggja lið, þú veist, geggja teimi kringum þetta allt, stjórn allt, þannig að ég er bara ógeðslega þakklátt og ógeðslega gaman að vera í Breiðablik. Þú tekur náttúrulega bara risa skref fram á við á tímabilinu, ert búinn að skora 17-18 mörk í sumar, hver er ástæðan fyrir því? Þú veist, markmið komandi inn í mótið var bara að hafa gaman og njóta hverja einstu mínútu og svo er ég bara búin að vera duðlega yfir vetur, Nick og ég vorum oft inn í því mótnarna að taka skotæfingar, þannig að ég á honum líka mikið að taka. Geggja að setja 2 mörk í dag og hjálpa liðinu að klára þetta? Já, algjörlega, en eins og ég segi þá er sigurinn sem skiptir mestu máli í dag, ég er lítið að pæla í mörkunum, það er bara það að við erum Íslandsmeistarar. Það að fara að fagna sig eitthvað núna, náttúrulega 2 leikir eftir að mótinu og Evrópukeppni framöndan líka. Já, algjörlega, það er náttúrulega hefð fyrir eftir hvern leik að fara upp saman að borða, þannig að ég held að það verði ekkert frábrugðið í kvöld. Ekkert meira það? Ég veit það ekki, það er náttúrulega föstudagur, maður veit aldrei hvað kvöldið fyrir skauti sér. Takk fyrir þetta.